Sælöldumul og verið velkomin í aukakall aukakall nummer 2 og við erum sem sagt búin að gera þetta í rúmlega hálft ár og eins og þið heyrið á tæknistjórunum okkar og höfum verið að byrja á nokkrum aukaköllum. Það smá plan hjá okkur. Já. En við ákveðum að byrja bratt. Við erum með mann sem að þarf ekki að kynna og ég ætla ekki að kynna hann. Nei, bara sleppa þig. Þú kynnir hennar mann ekkert. Við segjum bara, það er Páll Óskar. Hæ, þið, hæ. Við vita öll hver hann er. Já. Og það þarf ekki að eyða tími í það. Ég ætla að henda Hauki hérna aðeins, sko, því að við vorum sérst að spjalla saman, Haukur, eins og við gerum stundum. Og vorum svona, ok, hvern ættu að reyna að fá í viðtal og ég segi og hann var svona að láta sig dreyma, sko, hann sagði bara svona, hvað með bara Páll Óskar? Ég segi, en kannski í þáttur 100, Páll Óskar. Já. Og og ég skal bara heyri í honum. Og Haukur, hann var svona eins og lítill krakki, hann var svo starstruck. Hvernig er að vera svona mikil stjarna, og þá er ég ekki að tala um eitthvað sem ego-rung, heldur bara að þetta er fakt. Þú ert búin að vera svo lengi að þú ert náttúrulega drottningin, kóngurinn, þú veist, hvernig er að vera þú? Ég veit alveg að ég lifi kannski svolítið sérstöku lífi. Það er pokkus spes að fara út fyrir húsins dyr, fara í hagkaup og fólk sem sér mig eða verður á vegi mínum, ef þann er augkontakt, þá einatt fæ ég eitthvað pínu bros eða eitthvað svona fallegt og sætt tilbaka og sem betur fyrir þá þýðir það að ég hef örugglega gert eitthvað tíman í lífið þessar mannesku sem hefur fengið hana til að brosa eða hún tengir einhverjar góðar minningar við mig en ekki einhverjar slæmar. Já. Sem betur fyrr. Já. Og ég veit alveg að þetta er sérstaða og þess vegna hef ég bara reynt að passa maður að fara vel með þetta og ég er í stuttum máli að taka ábyrgð á minni eigin athyglisýki með því að til dæmis segja aldrei nei við selfie-myndum. Bannað, það er bara tabú í mínum bókum þannig að á ég að mála þessa mynd þannig að í hversin sem ég stíg út fyrir húsins dyr leið ég komin út fyrir þröskuldin heima hjá mér að þá þarf ég að leika jafnvel pínu hlutverk ég má helst ekki vera í einhverju brjálaðri fílu þarna í hagkaup það er ekkert vola gott afspurnar en hvað gerist svo heima hjá mér leið ég komin inn fyrir þröskuldin, það kemur engum við. Nei. Þar nefnilega má ég vera í fílu og þar mega allir brestirnir gossa út aftur á móti þá hef ég nú reynt að lifa bara þannig lífi sérstaklega síðan eftir árið 2000 þá byrja ég að vinna ákveðna andlega vinnu og fór að skoða sjálfa mig svona aðeins betur og í krók og kring og hef og þurfti að sætta mig við það að ok, ég er sem sagt snýttur út úr nefi beggja foreldra minna ég er nákvæmlega eins og þau bæði og ég erfði alla þeirra verstu bresti og líka alla þeirra bestu kosti og lífið mitt gengur bara út á það að reyna að halda niðri brestunum og heiðra kostina reyna að spila þá út en Guðmund almáttur á sama tíma þá nenni ég ekki tilhugsunin að vera eitthvað fullkomin ég nenni ekki að því ég það ekki og mér mun aldrei takast það en ég get allan að reynt og þannig tölti ég í gegnum daginn þannig að já, ég veit alveg að þetta er rosa spes og þetta er svolítið sérstaða að vera í þessum aðstæðum en ég
kom mér þangað bara alveg sjálfur. Þetta engum öðrum að kenna nema mér sko. Ég hérna Mér finnst ógeðslega sætt á sitt starfstöð. Já, takk fyrir það. Ógeðslega Það er eitt svona kúsílegt. eitt hérna á hinum endanum sko, að ég lendi stundum í því, einmitt, ef maður er í hagkaup og ég sé eitthvað svona sem ég kannast við, ég er svona heilsunum og ég hafi komið fyrir ég fatta eftir á bara eitthvað að ég þekki hann ekkert. Þetta bara hann er á stundum í sjónvarpinu. Já. Gerist þetta of? Þetta hefur komið fyrir mig svona 10 sinnum. En mál er að Ég heilsaði Bubba Mortens einhvern tímann. Já. Aldrei talaði við hann. Hann heilsaði mig tilbaka og eftir á var ég bara svona, nei, heyrðu, þetta var nú eitthvað villust. En mál er að ég verð starstruck líka. Ég hitti Björk á flugvöllum daginn, þú veist, og var starstruck. Ég elskar hann svo mikið og hún hefur gert svo margt fyrir mig á svo mörgum levelum og leyerum og hún er búin að vera svo mikill innblástur og hún er svo mikill drottning að ég fer hjá mér og ég verð örugglega eins og bara allir litlu krakkarnir sem kannski hitta mig í hagkaup ég get trúa því að þegar þú hittir einhvern í almannarýminu sem hefur haft einhver dúndrandi áhrif á þig einhver staðar, hvort sem það er bara inn í unglingaherberginu eða fyrir frá sjónvarpið eða á 17. júní eða eitthvað ég get alveg trúa því að upplifunin sé ekkert ósvipuð og að þú væri að labba eftir einhverju götu og þú myndir hitta Tinna og Tobba þú myndir aktuáli hitta þá í raunheimum ég skal lofa því að það mun eitthvað gerast innra með þér ég má bara ekki gleyma því að það að hitta Tinna það þýðir einfaldlega að þú ert að hitta umbúðurnar ég get fúslega viðkjönd það að ég fer í karakter sérstaklega þegar ég fer á svið ég er sviðslistamaður fyrst og fremst og það að vera sviðslistamaður eða allir sviðslistamenn sem ég þekki vita og fatta nákvæmlega muninn á því hvað það er að vera on stage og backstage það kemur engum við hvað er í gangi backstage en það sem gerist on stage skiptir öllu máli þegar ég er að fara að tróða upp þá kallar það á ákveðna vinnu, ákveðin undirbúning mér líður eins og ég búin að vera í draki í meir en 30 ár að því prósessin að búa til Pál Óskar er dragprósess það tekur mig 4 tíma að hita mig upp það tekur mig 4 tíma bara að raka mig og sjæna mig og dressa mig upp og svo er soundcheck og það er tæknicheck og það verður alltaf að vera á hreinu og svo er sjóið byrjað og ég er í draki að spila út Pál Óskari aftur á móti ég er að lána Pál Óskari líkamann minn og andan minn og hæfileikana mína og skoðanir mínar og alla mína kosti og alla mína bresti og þannig að í rauninni eins og ég upplifi drag og kannski er ég að tala bara alla sviðslistamenn núna eins og ég upplifi drag og eins og ég upplifi Pál Óskar þá er dragið / Pál Óskar eins og ég sé að kasta út framlengingasnúru bara eins og þessum sem liggja hérna á gólfinu ég kasta út svona framlengingasnúru út frá sjálfum mér og það er áhorfandinn sem stingur í samband og áhorfandinn verður fyrir sko skilyrðislausum áhrifum ég vil þennan skilyrðislausa kontakt við áhorfandur þegar ég er á sviðinu en það er áhorfandinn sem stingur í samband og það er hann sem verður fyrir áhrifum og ég get ekki stýrt því fyrir hvaða áhrifum maður verður það
í því liggur ákveðin fegurð. Já. Ég spil ykkur út og þú bara því miður getur ekki stjórnað viðbröðum fólks við því sem þú gerir eða við því sem þú segir. Aftur á móti þá var það ég sem get stjórnað mínum viðbröðum við því sem annað fólk segir og gerir við mig. Ég hef bæði fengið lof og last. Ég hef líka verið í þeirri sérstöku aðstöðu að upplifa sérstaklega í gamla daga. Ég hef upplifað alveg fúkirða flaum og fyrirlitningu sem keyrði þverbak á sínu tíma, sérstaklega frá 90 til 96. Og síðan að samanskapi hef ég líka upplifað eitthvað lofsöng og eiginlega einhverja ofdýrkun sem keyrði líka þverbak. Afleiðingin varð bara svo að ég hef bæði tekið fúkirða flaumnum og fyrirlitningunni og lofsöngnum með rosa miklum fyrirvara. Ég eiginlega trúi hvorugu. Okay. Og mér finnst það bara ágætt. Það er ákveðin vörn í því, það er ákveðin kannski varnarmekanismi líka hjá þér. Líka, ég passa mér nefnilega einu, ef ég er að fara inn í ákveðnar aðstæður sem að ég veit að geta orðið svolítið skeri, ef að ég er að fara að tróða upp kannski á litlum klúbbi þar sem er mjög mikið af drukknu fólki. Þá passa ég mig á því baksviðs að gera eitt. Ég ímynda mér að ég sé að dressa mig upp í svona risastórt egg eins og sé að búa til svona verndarhjúp í kringum mig. Ég byrja frá haus og niður í tær og svo fer ég frá nafla og aftur fyrir mjóbak. Og svo ímynda ég mér að ég sé að binda smá svona slaufu á þetta. Þetta er ótrúlegt hvað þetta virkar. Þetta hljómar eins og eitthvað, þú veist, fáránlegt ævintýri, eitthvað, þú veist, og eitthvað fabulering, en ef ég ger þetta ekki þá getur það gerst að fólk sem er búið að fá sér aðeins svo mikið í glas, fólki sem þá kannski veður inn fyrir mín mörk, ef ég passa ekki upp á það að búa til þetta kokún, þennan verndarhjúp í kringum mig, þá var eins og liðið hafi bara aðgang, svona óheftan aðgang að mér. En ef ég geri þetta litla trikk baksviðs, þá skiptir engu máli í hvaða aðstæðum ég er. Þetta er ótrúlegt, þetta er eina leiðin fyrir mig til að útskýra þetta, en þetta virkar. Haukur, þú kannski prófar þetta næst þegar Þetta er náttúrulega bara, það eru náttúrulega 2 erindi úr Sigurdrífumálum sem voru notuð til að gera þetta til forna. Ég get talaði Palla að Nú, já, herðu, ef við ekki bara henda okkur. Þetta er bara heiði ritual, sko. Ef við ekki bara, já. Vá, ég er pagan. Ef við henda okkur í eitthvað, viltu... Það sem við þurfum að gera núna hálfur í mínútu er að útskýra hvernig þættinni virka. Og þættinni virka þannig að við viljum aðalega bara hafa gaman og fá fólk til þess að tala og við erum búin að gera það núna heldur betur. Og nú verður þetta leiðilegt. Nei, núna verður þetta þannig að við sem sagt, við erum ekki með hefðbundin viðtal. Við erum með hefðbundið ritual. Það er að segja, við förum alltaf í gegnum sömu liðina í þættinum okkar og þegar við fáum gesti, þá ætlum við bara að gera það líka. Og við gerum þetta bara nákvæmlega eins og við erum bara 3 kallar að spjalla. Bara skjótu. Við byrjum alltaf að fara í eitthvað dagsins sem fjallar eitthvað og svo fyrir við í trúnódagsins. Þá fyrir einn annar okkar, eða einn okkar í þessu tilfelli á trúnó og hinn er spegla og spjalla og svo endum við þáttinn á að draga miða frá hlustanda og þá fáum við svona þraut eða fyrirspurn eða eitthvað áskorun og við höfum að leysa hana á 5 mínútum og við höfum bara 5 mínútur. Þannig að þetta er svona ritual í þáttunum og núna fyrir við í eitthvað dagsins.
eitthvað dagsins það er svo augljóst, við erum með okkar markkóp og við erum hérna með Pál Óskar í settinu, við verðum að tala um fótbolta. Já. Ég kann ekki reglurnar í fótbolta. Ég er aðeins að ljúga. Okay. Það sem mér langar að tala um og sem intro í það sem mér langar að tala um er fótboltamaður sem heitir Mohamed Salah. Já. Og hann er sem sagt, og ég bara hafa á hreinu Pál Óskar, ég veit minna en þú fótbolta. Bara höfum það ála hreinu. Ég veit ekkert, þessi veit eitthvað smá. Hann er egypskur fótboltamaður og hann spila fyrir Liverpool á Englandi. Hann er mjög sýnilega múslimi og hann gerir út af það. Hann hefur til dæmis sem sagt, farið í sújót eftir að hann skora mörk og hitt og þetta og það var alveg ljóst frá upphafi að þarna voru þessir hvað var að segja, ef við alhafum íslamofóbísku bresku miðaldra kallar komnir í smá bobba sko og það er búið að rannsaka þetta tölvöld mikið og þetta er komið á það stig að þetta er kallað The Salah Effect sem lýsir þannig að einhver fulltrúi minnihlutahóps hefur þau áhrif í samfélaginu að það er að mæla árangur í þessu tilfelli er það hann Mo Salah sem að gerði það verkum virðist vera að hatursglæpir minnkuðu mælanlega í Merseyside sýslunni sem er sýslan sem að þetta fótboltafélag er í Liverpool 16% að lágmarki eða 18,9% að hámarki samkvæmt svona, þetta eru mismunandi mælingar og hérna svo farið í gegnum 15 miljón tweet frá hvað segja fótbolta aðdáendum og þar komist rannsakendur að þeirri niðurstöðu að andúð gagnvart múslimum í bara hefðbundnum tweetum frá þessu fólki minnkaði helming hjá aðdáendum þessa liðs 50%? Já, helming á þessum árum sem að hann hefur verið í liðinu borið saman við aðdáendur annara liða. Nei. Og hatursglæpir bara opinbera tölur niður 16-19%. Á hvað lengur tíma? Veistu? Hann er búin að vera hvað er búin að vera lengi í Liverpool? Ég ætla nógu lengi þannig að ég hef heyrt um hann. Þetta er ég veit það ekki, 10 ár cirka og hérna og þetta er by the way, þetta er að gerast á á tímabili þar sem hatursglæpir eru frekar að fara upp á við, ekki niður á við einmitt og mér finnst þetta svolítið merkilegt. Já, hérna erstu með einhverju tengingu hérna við hún er augljós Páll Óskar sem hommi Íslands hlýtur að hafa ég vil bara, ég held ég hef engi gögnu það og við munum aldrei komast að því en ég er 100% að það hefur verið eitthvað svipað en já, það er ýmislegt sem er að tala um þarna, sko, að það er líka kannski eins og við komum bara aðeins á þarna í introinu sko, að hérna þetta er líka, held ég svolítið pressa á hann mann sko, hennan hann þarf að vera góði múslimi og þetta spilar inn í mítuna góða innflytjendan og hann getur ekkert verið í fílu í hagkaup heldur sko. Nei, og alls ekki gera mistök sem sagt helst ekki inn á vellinum og alls ekki fyrir utan lífsið utan vellin. Akkurat. Af því að þá geta hann, þá er enda mjög áhugavert ef hann myndi gera eitthvað shit, ég veit það ekki, lemja bara, ég veit ekki ef hann er eitthvað ógeð. Nei, ef hann myndi bara, já að, þú veist, hvort að það myndi þá verða afturför, skilur hvort að það myndi bara, hvort það sé bara bundið við hann og þetta er svona, að ég veit ekki, ég fór að pæli sko, þetta eru svona kindilberar eins og það hefur verið ekki svona gegnumgangandi í femíniskri umræðu í fjölmiðlum að það er alltaf eitthvað svona ein sem er feministinn Hildur Liljandal var svona fyrsti feministinn og það var alltaf að tala um hana og svo verður hann þetta falag og þú veist, þetta er svona
mér finnst þetta svolítið áhugaverðar pælingar og þarna erum við þá, ég er ekki að segja að setja þetta bara allt saman og þetta sé bara allt nákvæmlega en mér finnst áhugavert að þarna erum við með dæmið sem er búið að mæla og hafði því raunverulega áhrif. Já, og ég ætla bara að segja að því að nú er ég vísindamaður sko. Jú. Og ég ætla bara að álykta viðmælandan okkar hérna í dag að hérna, ég held að sé sko ekki spurning að þú hefur haft áhrif á Íslands samfélag, ég er náttúrulega oft sagt það en hérna þú kannski kaupir ekkert alltaf en þá kannski sérstaklega þessu samingi bara varandi samkynhneigð en það sem að, og við höfum reynda að rætta líka áður, held ég í samtali sem að tekið upp mögulega það sem er áhugavert við þig og þennan sterkar status sem að þú hefur haft bara frá því að komst út, þú veist hvað, 16-17 ára er að þú er alltaf neitað hvað maður segja, straumunum sem að ganga í gegnum hinsegin baráttuna. Þú er aldrei farið inn í formið, þú er alltaf augra forminu. Hvað meinarðu, takk til dæmi? Já, til dæmis, þegar að hinsegin baráttan, til dæmis á Íslandi, var ótrúlega upptekinn af því að sína, við erum bara venjulegt fólk, þið þurfum ekki að óttast okkur, við erum bara fjölskyldufólk, við viljum bara eiga börn og, þú veist, við erum fjölskylda. Þá mæti ég í leðubuksunum. Já. Já. Og hérna, þú hefur alltaf svona, eins og ég sé þig, þá hefuru verið stuðandi, en samt einhvern veginn ekki þannig að þér verði hafnað, eða hvað? Þetta er bara hárrétt lesa hjá þér. Ég hef aldrei gert neitt, hvorki hvað var þar tísku né tónlist, ég hef aldrei gert neitt sem er í tísku. Ég er sem sagt ekki tískufrík. Nei. Og venjulega, og ég er svolítið gaman að því að gera alltaf hluti sem eru poggu bannaðir. Já. Þegar Allt fyrir ástina-platan kom út þarna 2007, þá var techno alveg rosalega bannað. Jaha. Já, þá var það bara skúter sko. Okay. Og meira segja þegar stuðplatan kom, diskoplatan 93 og þá var disko líka alveg bannað og þetta er rosa takki og rosa hallarslegt þannig að já, þetta er rétt hjá þér sko og ég skrif undir þetta. Já, þú kvittar undir þetta. Já, og ég er aldrei á neinum árslistum yfir best klæddu karlmenn Íslands. Ég hef aldrei farið þanga anskotin. Nei, ertu meður þín? Nei, það er vegna þess að Draðdrottningin sko við erum einmitt að synda á móti tískustraumunum og það er nákvæmlega það sem er svo gaman og upp frá því og út úr því að gera síðan eitthvað sem er poggu tabu og pínu bannað eða riski verður síðan kannski til eitthvað trend þannig að margar draðdrottningar hafa í rauninni gefið leyfið þú veist, fyrir einhverju sem kemst síðan í tískus seinna í dag eru næstu allar konur sem eru að mála sig, þær nota foundation fyrst, alveg svo draðdrottningar eru búin að gera núna í 25 ár það er bara vegna þess að Kim Kardashian fór að hermyndir draðdrottningunum og stelpurnar fór að hermyndir henni, en þetta kemur úr draginu. Ok, Hvað er foundation? Bara svona foundation þá er að strókar út á andliti þá setur við fyrst grunn make-up á andlitið og eiginlega strókar út allt sem er þar fyrir og byrjar að teikna á því nýtt andlit. Já. Svona svo grunna málstriga, grunna málverk. Já. Og svo finna flesta draðdrottningar andlitið sitt og sko hlutföllin í andlitinu á mér leyfa mér að gera ákveðna hluti við andlitinu á mér þannig að ég get dregið fram drag andlitið á mér. Ég skal sýna ykkur hvernig það virkar á eftir í Emil Ljósmundir. Ég er að læra þetta núna það er ein snilda drottning sem er núna búsett hér á landi, hún er frá Venezuela. Þetta er pro-draðdrottning, hún Chris Artista
og hún núna að taka mig í sem sagt förðunarnámskeið. Ég að læra þetta núna upp á nýtt. Ég var í dragi svaka mikið fyrir svona 30 árum síðan. Oh my god, að verða 35 ári eða meira. Og þeim tíma þá vorum við ekkert að pæla ykkur foundation. Við skelltum þessu bara framan í okkur, þú veist, eins og rjómatertu og fórum upp á svið. En núna þá eru drottningarnar að nota allt unni verkfæri og allt aðra pensla, allt aðra blýjanda og allt unni nálgun. Þannig að ég þurfti að feysa það bara með Kristatista. Heyrðu, ég bara kann þetta ekki. Þú þarft að kenna mér þetta alveg frá grunni upp á nýtt. Og hún að hjálpa mér núna að finna á mér andlitið. Já. Ég löngu búin að finna Páls Óskars andlitið. En sem sagt, svona gengur þetta fyrir sig. Okay. However, sko, með Sala-gaurinn, sem ég veit ekkert hver en ég hef kannski að einhver leiti verið í svipum sporum á hann að hafa haft bara ágætis áhrif á umhverfi í kringum mig. Sko mér finnst þetta bara alls ekki vera mér einum að þakka. Enginn stendur í einhverju réttindabaráttu einn. Jú, ákveðnir kannski karakterar, ákveðin andlit, þau hann, þú ert hann núna í leiknum, andlitin á þér plastaði fjölmiðla, það hringt í þig en ekki einhvern annan, þú ert gerður að talsmanni eða það er eitthvað voða forvitnilegt við þig sem er voðalega spennu, en ég get lofaði því að á bakvið allar þessar manneskjur sem hann er hópur fólks sem líka sem sagt sem ég meina það var hópur homma í kringum mig í den sem fór á 1.000.000 trúnó með mér og veitti mér innblástur og við vorum að skoða og spekulera og spjalla og ég var svona meira eins og bara ég var meira eins og framlengingarsnúra fyrir allt það sem ég heyrði og pekaði upp og gaf það áfram gaf það bara áfram sem ég vissi en að samanskapi ég tók líka eftir því að sérstaklega þarna í den þegar ég upplýði hvað mesta fyrirlitningu frá 90 til 96 þegar ég upplýði fyrirlitningu frá mínu nærumhverfi þar sem að var ekkert internet heldur öskraði fólk bara á mann út á götu hommi og eða bara oi þetta var þetta tvent sem ég heyrði hvað oftast að þá var líka náði eitthvað úr hinuliðinu að samanskapi og hann gerður eitthvað í íkoni, það var alltaf hringt í Gunnar í krossinum. Já, alveg rétt. Þannig að kannski þarf maður að sætta sig við það að leikurinn gengur út á þetta. Þú veist, þú ert hann. En mér fannst ég aldrei vera að vinna þess að vinna eitthvað einn. Nei, nei. Ég var alltaf með, ef ekki bestu vini og vinkonur að þá var ég líka, þú veist, að afla mér upplýsinga bara úr fjölmiðlum og síðan klampar ég þessu saman, þú veist, ber þetta saman með mína eigin reynslu og gef það áfram og svo bara sit ég eftir þetta viðtal og vona bara, ef þetta viðtal gerir eitthvað gott fyrir eitthvað, ef þetta virkar vel fyrir eitthvað, þá frábært í grunninn þá var alls ekki ætlunin að ætla sér að verði eitthvað baráttumaður bla það sem ég brenn fyrir er að komast upp á svið og einhver rétti með mikrofónu
það það sem að ég vil í alvörinu gefa áfram og ég var að gefa þessa orku áfram bara í gærkvöldi, það var grímuball Kvennó í Gamla bíó og ég rankaði við mér eftir balli, býtu ég búin að spila á þessu balli núna í 26 ár, sleitulaust það alltaf pallaball, þegar það grímuball Kvennó, þau eru búin að fá mig sleitulaust núna ár eftir ár, örugglega 26 ár, ég held að fyrsta grímuball Kvennó sem ég spilaði á var á Þórskaffi 1999 wow. Þetta líka sérstaða Já. og að bara fá þetta tækifæri til að gera þetta jobb í þetta langan tíma, það svolítið unique og ég veit líka að það svolítið unique að 16 ára komin börn á menntaskólaaldri sem í skemmtinefnd að hringja í 55 ára gamlan kall það líka svolítið einstakt að því þegar ég var 16 ára í MH og við vorum að búið til skólaböll, okkur datt aldrei í hug að fá Rúnar Júlíusson eða Raka Bjarna eða stuðmenn til að spila skólabölli, okkur datt það ekki í hug en þetta að gerast fyrir mig þannig að ég orðin svo kallar crossover músikinn sem ég er búin að vera að gefa út sem sagt hún lifir hittararnir lifa mjög góðu lífi og ég að verða svona eins og Dolly Parton með það að Dolly Parton crossover listamaður það fólk sem í alvörinu hlustar á tónlistina hennar sem að öllu jöfnu hlustar ekki á country og það fólk að út í bæ sem kann textana við ykkur teknolög og getur öskursungið það á ársatíðu með fyrirtækinu sínu þóttu öllu jöfnu sé geta hlusta eitthvað dansmúsík allan daginn eða fylgjast ekkert með því annars þetta líka einstakt og ég bara segi ykkur þetta bara þannig að ég að segja ykkur ég veit þetta ég veit þetta spes og þess vegna vil ég fara vel með þetta og þess vegna vil ég gera þetta vel ég vil ekki kasta til höndunum ég undirbý mig fyrir hvert einasta gig ég ger þetta ekki einhverju flippi þótt ég líti út fyrir að vera að flippa en ég tek ábyrgð á þessu, ég tek ábyrgð á sjálfum mér ég þarf að vera í lagi, ég þarf að hita mig upp ég þarf að vita nákvæmlega hvað ég að fara að gera fötin skulu sko vera strauð og pressuð og ég skal sko vera vel rakaður ég hita mig vel upp tek, og leið og það búið að taka soundcheck og ég veit að það allt í lagi með græðurnar og ég veit að ljósasjóið í lagi og það verið að opna hurðina á húsinu yes, á því mómenti slepp ég einhvern veginn tökunum á aðstæðunum og nú ætlum ég bara að hafa gaman að ég veit að allt hitt í lagi þá kemur upp eitthvað traust í maðurum á mér og ég fer út úr líkamanum bara þetta ég sóna út ef ég sé vídeo af sjálfum mér af svona böllum þá man ég ekki eftir helmingnum sem ég gerði í alvöru? Nei, ég sóna út ég fer á einhvern annan stað og hef tjúlað gaman að þessu og ég syng allt fyrir ástina eins og ég sé að syngi þetta lag í fyrsta sinn og í síðasta sinn og það er nákvæmlega þessi orka sem ég sendi út og það er nákvæmlega þessi orka sem áhorfandinn pikkar upp og ég held að þetta sé nákvæmlega ástæðin fyrir því að liðið fílar mig ég verð svo brjálæðislega frjáls og svo brjálæðislega frjáls í skrokknum og svo brjálæðislega frjáls með sjálfan mig að liðið getur ekki annað en fíla það þeir sem fíla það ekki eru kannski í einhverjum vandræðum með sitt tilfinningarlega frelsi ég sé ekki betur en að þeir sem að láta mig fara í taugarnar á sér og þeir eru alveg nokkrir ég sé ekki betur en þeir séu bara abbó þú veist
þetta er sama lið og Abbo út í Abba Abba fyrir löngu síðan búið að fara yfir öll landamæri en ég man í den að Abba var hvorki hipp né cool hljómsveit, alls ekki nördarnir, tónlistarspekulantarnir fóru að vakna cirka 1991 þegar Abba hljómsveitin var búin að vera dáin í 10 ár 91 kemur út geisladiskur sem hét Abba Gold þá kveiknaði á perunni býtu djöðlir þetta flott, djöðlir þetta vel samin lög heyrðu þetta eru sterkir textar djöðlir þetta vel pródúserað heyrðu fokk, þetta er besta pop í heimi og vélinn fór í gang ég upplýði svipaða hluti með stuðplötuna og save-plötuna sérstaklega þetta var kannski ekki hæst skrifaðasta músíkin á Íslandi þegar hún kemur út en ég er búin að passa upp á það alla tíð að vinna bara með snillingum og snildargáfa Jóhanns Jóhannssonar heitins kemur svo berlega í ljós í stansu stuð bæði orginalútgáfunni og líka remixunni sem við gerðum 96 og við vissum það báðir allan tíman að ef við vöndum okkur þú veist og það er eitt sem að ég hef átt sameiginlegt með öllum þeim pródúsentum sem ég hef unnið með við erum allir að við gerum ekkert annað en að pæla í smáatriðum the devil is in the details hér nýt ég mín hvað mest ég held að flesti listamenn við gerum ekkert annað að hugsa í smáatriðum allan daginn og við þurfum að passa okkur pínu á því að því sá þankagangur getur þróast út í fullkomnunar áráttu sem þú nú ekki alveg laus við þar ég ekki blásaklaus og það einn af kannski brestónum sem ég þurfti að díla við í mínu lífi en síðan á ég að gera svona samkomulag við einmitt þessa áráttu fullkomnunar áráttuna ég þurfti bara að tala við hann og segja ok, þú sem sagt ert hér og þú ert ekki að fara neitt veistu, þú mátt alveg vera með mér í stúdíónu þú veist, á meðan ég er að vinna vinnuna, á meðan ég er að leggja trakkið, á meðan ég er að improvisera og prófa mig áfram og á meðan ég er að spá og spekulera, sérstaklega þegar við erum að mixvinna gengur bara út á smáatriði, smæstu smáatriðin en svo þegar mixið er tilbúið þegar próduktið er tilbúið og ég þarf að gefa það út hér má fullkomnar áráttan ekki kíkja í heimsókn fullkomnar áráttan hún má ekki hafa lokaorðið þar verði ég að treysta mínu eigin innsæi og gefa þetta út og síðan sleppa tökunum á því að gefa út það að gefa út lag, það að sleppa tökunum á einhverju listaverki getur verið hryllilegur hryllingsfílingur að skjálfa beinunum yfir því hvernig fólk áttur að taka því sem þú sendir út þú veist, á þetta eftir að fljúa eða floppa þú veist, þú getur brjálast yfir þessu og þá kemur næsta skref ok, ef þetta floppar, þá þarf þetta að sætta þig við það að þetta hafi floppað ég hef stundum 1-6 mánuðum í að búa til eitt lag, klambra því saman og svo floppar það önnur lög hafa orðið til á 15 mínútum þú veist, svo dundra ég þessu inn og það eru stærstu hittar af lífsmýns sem hafa borgað marga símreikninga en sko, mér langar að skjóta inn af því að ég veit að þú pælir í dítilunum ég veit að þú ert hérna þú veist, þessi fullkomna árátta hún ásækir þig svolítið en hvernig nærðu að hafa gaman að þessu allan annan tíma með þennan fylgifisk alltaf með þér hvernig heldur í gleðina? Sleppa tökunum á fullkomnar áráttunni þegar til dæmis bara soundcheckið er búið ég er búin að gangur skuggum að það er allt í lagi með allt þá get ég nefnilega
sleft Þá þarf tökunum og ég fer upp á svið og ég lít út þetta kemur út eins og mér sé skít sami sjóið eins og mér sé skít sami hvernig þetta fer en mér það bara alls ekki en það nákvæmlega þessi slaki skilur sem áhorfandinn pikkar upp það þessi slaki þú veist eins og listamaðurinn hafi ekkert fyrir þessu þú veist eins og þetta sé svo auðvelt the best works of art always look that way og þá nær áhorfandi líka slaka á þú veist þá var áhorfandinn ekkert að svitna í lófanum yfir því hvernig þetta kemur út hjá skilur heldur fær hann að vera með hann fær að öskursíkja með og það þessi tenging áhorfandinn búinn að tengja kannski við þess að texta eitthvað staðar hann búinn að tengja það vel við þá að hann syngur þá með mér og vill vera og ég fer á sviðsbrúna og teki í spaðan á áhorfandunum skilur og heldur þetta hendina á hann og meðan ég syng skilur þannig að úr verður bara svona andleg vakning bara svona eitthvað spiritual moment ég og ég hef upplifað þetta sjálfur maður, ég fór á tónleika með Sister Sledge þegar þeir komið fyrst til Íslands þá voru þeir á Hótel Íslandi sáluga og þær fjórar í brjálugu stuði að syngja upp á hans lagi mitt bara Thinking of You og þær fóru út í sal þær fóru af sviðinu og út í sal og þær tók í hendina á öllum og ég að halda í hendina á Kathy Sledge á meðan hún syngur I'm thinking of you and the things you do to me og úr varð eitthvað skýr þetta voru ekki tónleikar þetta var eitthvað skýr annað sem ég tengi svolítið við salagaurinn sem ég þarf að taka fram allt mitt líf og kannski hef ég náð þessum árangri mitt út af því allt mitt líf hef ég passað upp á það að vinna helst bara með straight pródusentum ég bara búin að vinna með straight fólki næstu ég alla mér að hunds og katta tíð vegna þess að ég vil sýna fram á það að við getum bara víst verið saman í sama herbergi ég vil ekki búa í einhverju gettói ég fekk smá smakk af því þegar ég fór til New York sumarið 93, ég 23 ára og ég svona að mótast ég svolítið að velta því fyrir mig hvað ég vildi verða þegar ég er stór og þá tek ég berlega eftir því þarna í þessari risa stórborg þú ræður hvort að Manhattan sé stórborg eða ekki, mér finnst Manhattan vera lítið þorp en ég tók eftir því alveg berlega að hommarnir sem voru fluttir til þessara stórborgar þeir venjulega voru brottfluttir þeir voru eiginlega flóttamenn í eigin landi þeir eru að flýja litlu smábæina og þeir eru að flýja jafnvel sínar eigin fjölskyldur sem eru búin að afneita þeim þegar þeir koma út þeir eru að flýja trúarofstæki trúarofbeldi flýja og mæta einir til einhverja stórborgar og þurfa að fóta sig þar smán saman myndast gettó homma gettó í ákveðnum hverfum þar sem þú getur fengið bara allt þú getur fengið lagfræðing hárgrusslumann blómasala pilsugerðamann allt og þar með einangar þeir sig í einhverjum hommaheimi sem getur svo sannlega verið mjög gaman að heimsækja en ég tók bara ákvörðun þarna 23 ára, nei þetta fíla ég ekki ég vil ekki búa í einhverju gettói og ég vil ekki láta sópa mér út í eitthvað í eitthvað gettó ég vil lifa og hrærast með ykkur í samfélagi við ykkur
við getum bara, ég er búin að reyna að sína það sanna þetta í síðustu 30 ár, við getum víst lifað saman undir sama þaki, í sama herbyggi, við getum víst verið saman í sömu skólastofu, við getum víst verið saman í sama skólanum, við getum víst farið saman á sama skólaballið og í alvörunni öskursungið saman. Við getum víst verið í sama fótboltaliðinu. Sala er að gera það jobb núna. Við getum víst gert þetta saman vegna þess að þegar, ég held ég sé búin að sanna það nú þegar hommar vinna með straight kallmönnum að þá búum við til eitthvað beautiful. Ég var svo heppinn að fá að vinna með flottasta rappara landsins sem að heitir Birnir. Hann er alveg straight og spurningalagi sem við gerðum er beautiful. Ég var að vinna núna nýtt lag með honum Daniel sem er næsti up and coming rappari á Íslandi og góðu dagurlagið er beautiful. Benny Hemhem er alveg straight og platan sem við vorum að gera er beautiful. Enginn gerir neitt einn. Ekki heldur réttindabaráttuna og ekki heldur listsköpununa. Þetta er mín sín á þetta. Ég ég held að við þurfum að henda okkur í Trúnó en bara ég verð áður en að við hleypum þér í Trúnóð, Palli, sem að við erum þetta búin að vera Trúnóð hérna í smá stund og ég ætla bara að segja beint við þig, ég hef sagt það á samfélagsmiðlum, ég hef sagt það hérna við Hauk og okkar hlustendur að sko það er, ég held bara aldrei neitt ever sem að hefur sko veitt mér jafn mikinn innblástur bara á ævi minni og platan sem að þú og Benny Hemhem gerðuð og náttúrulega sérstaklega Blómin hérna lagið, hvað er það aftur? Eitt af blómanum. Ég meina textin, þú veist, þetta er bara gæsahúða lag þegar ég heyrði það í fyrsta skipti en ekki síður þegar þú fóst í vikuna hjá Gísla Martini og þú kveiktir bara á einhverjum takka og hélst þarna einræðu einhverja 2 mínútur í alvörinni, það hefur ekkert veitt mér jafn mikinn innblástur og þessi stutta ræða þín. Já, hvað segirðu? Nei, ég meina, þetta var andleg upplifun fyrir mig og ég er svona holy shit, þetta veitti mér svo mikla von, þetta veitti mér svo mikla bjartsýni og líka eins svona blíðlega og þú sagðir þetta, samt sem að það veitti þetta með líka eitthvað svona baróttu vilja að halda áfram og trúa því að við komumst einhvern veginn út úr þessum stormi en hérna, ef við að fara í Trúnóðhaukur til í það eða er Palli til í Trúnó? Mér finnst þess að við búin að vera á Trúnó allan tíma. Við erum náttúrulega kassalega þannig að við verðum að taka sleðan á þetta og fara í Trúnó. Og það er Trúnó dagsins og það er aukakallinn okkar, Haukur, sem að hann valdi Trúnó. Nú? Já. Velkomin í Trúnó, Palli minn. Hverju viltu nú létta af þér og deila með þjóðinni? Oh my god. Mér finnst ég vera alltaf á einhverju Trúnói. Ég held að það sé ástæðan fyrir því að fólk brosi til mín í Hagkaup að ég deili alls konar stöfi, lífið gerist fyrir mig líka og ég þurfti að díla við alls konar krefjandi, allir fá einhver krefjandi verkefni í lífinu sko og ef það gerist hjá mér þá segi ég frá því og ef mér tekst að leysa þau þá deili ég því líka. Sko, þú ert nefnilega svo opin bók og það er, hérna, ég áttaði mig alveg að þetta er pínu erfitt að því að þú kemur til dyrana eins og útklæddur og þú ert tilbúin að vera einlægur og þú ert ekki, þó að þú segir sko að þú spilar upp eitthvað karakter, ferði eitthvað svona drag þegar þú ferð á svið og þú ferð út úr húsinu en þá ertu svo sannur, þú veist, það er aldrei eitthvað svona þversagni, býtu við var ekki Palli að tala um þetta, býtu við, svo er hann eitthvað hérna bara bullandi þversagn, en mér langar að spyrja þig að því ég hef ekki heyrt þig sko lýsa því alveg beint hvernig og kannski tengist það pínu plötunni sko, sem þið voru að gefa út en hvernig líður þér hvernig er það að vera hinsegin í dag þegar að allt þetta shit er í gangi sem að ég veit að þú ert vel meðvitaður og tala náttúrulega inn í bakslægið já ég meina hvernig líður þér? Sko ok, Trúnó
ég hélt að við værum komið með þetta, ég hélt að þetta væri búið fyrir svona 10-15 ára síðan ég held við værum bara komin í höfn. Já. Ég hafði rátt fyrir mér big time, ég hafði svo rátt fyrir mér maður og enn og aftur sérstaðan mér þykir brjálanslega vænt það að fólk skuli brosa til mín í Hagkaup og mér finnst magnað að lítil börn og unglingar skuli vilja fá selfie bannað að segja nei, vera næs. Þegar kommentakerfið byrjaði upp úr 2007-2008 að þá tók eftir í sumir voru að senda mér eitthvað svona pílur en alltaf sem sagt undir nafnleynd. Já. Og leið okkur svona nafnlaus prófíl eitthvað, þá bara þú veist, reportaði hann og blokkaði hann, skilur við. Þannig að ég var bara stöðugt að taka til, nei bara ég vil ekki þessa orku inn á mínu svæði, hérna inn á svo Facebooki. Svo smá saman þá bara fara að koma pílur frá fólki með nafni og mynd. Já. Og þá fyrir ég að veltaði fyrir mig býtu, hver búin að gefa veiðileifið núna? Hver gaf leifið? Að því meiri segja mjög vel gefið fólk og meiri segja ágætis fólk getur framkvæmt voðaverk ef þau fá leyfi til þess frá einhverjum öðrum. Sagan hefur kennt okkur það og ég einfaldlega hef bara verið að taka til, skilur, á mínu svæði, ég bara reporta og blokka. Ég veit að einstinni, kjarnin í mér er glaður gaur. Ég er nefnilega í alvörinni yay, happy og það er mjög auðvelt fyrir maður að ná í þennan glaða kjarna og gefa hann áfram. Ég er átakafælinn, ég fíla ekki að rex og pexa sko við fólk, fíla ekki orkuna þú veist, sem myndast og því þurfi sannlega að gera það stundum þegar ég er komin heim til mín en rexið og pexið í mér gerist heima hjá mér ekki þegar ég er komin út fyrir fjölskyldun heima hjá mér, nei, það vil ég ekki. Ég aftur á móti hef aldeilis orðið vitni að ekki bara pílum heldur hreinum að byrjum árásum á systkini mín í hins einn fjölskyldunni. Ef við getum kallað það fjölskyldu og það er svo sannlega hægt að því þú getur átt margar fjölskyldur, ég á margar fjölskyldur, ég á blóðfjölskyldu, ég er yngstur af 7 systkinum og mörg frendssystkini. Svo má líka segja að bransaliðið sé líka ákveðin fjölskylda og vinnufélagati mínir ákveðin fjölskylda. Bestu vini mínir eru líka chosen family, þú veist, fjölskylda sem ég vel mér og hins einn samfélagið bara öll heila kakan öll heila stafakarla súpan er líka fjölskyldan mín. Þetta eru systkini mín í hins einn fjölskyldunni og ég hef svo sannlega tekið til því að þau eru að verða fyrir stundum hreinum að berum árásum og ég fór svona að veltaði fyrir mig af hverju rúllaði þetta í gang, hvernig í ósköpunum gerist þetta og ég vil meina mín útskýring er að þetta byrjar þegar Donald Trump er kosinn forseti Bandaríkjanna árið 2016. Engan grunaði sem maður myndi ná kjöri en svo nær hann að verða forseti Bandaríkjanna og á hverjum einasta drottins degi í öllum fjölmiðlum út allan heim meira segja fyrsta fréttin á RÚV næstu 4 árin frá 2016 til 2020
fréttatíminn og RÚV byrjaði svona í fréttum með þetta helst Donald Trump, forseti Bandaríkjanna sagði á Twitter í dag að og svo kom eitthvað að hann grípur í klofið á konum. Donald Trump sagðist að byggja vegg, bara build that wall. Donald Trump ætlar að byrjar hann valdamesti maður heims með þessar pílur og þar með veitir hann öðrum frekjudósum út allan heim innblástur og veiðileyfið var bara gefið. Veiðileyfið var gefið ára 2016 og við erum ennþá að díla við þetta veiðileyfi. Það er búið að gefa út veiðileyfi á transfólk, það er verið að myrða transfólk, jafnvel með skipulögum hætti, engum og sérlega í Bandaríkjunum og Bretlandi. Jú, orð hafa áhrif, J.K. Rowling, orð hafa víst áhrif. Þessu er öllu pakkað inn í einhverjar gjafumbúðir eins og má ég ekki spyrja spurninga, má ég ekki hafa skoðun. Þetta eru gjafumbúðirnar sko. Það er málfrelsi á landinu. Já, lítur að vera málfrelsi en please, orð hafa áhrif, orð eru álög jafnvel, ég þarf líka að passa mig á því hvað ég segi bara sjálfan mig skilurðu og ég þarf líka að passa á því hvað ég segi manna fólk en þegar fólk hefur gert eitthvað sem sagt mér og mínu til miska, þá má ég nú líka svara fyrir það og svara á móti en þetta hefur bara víst áhrif og þetta getur orsakað dómínóeffekt sem endar á því að transkona er drepin í London. Einn af mínum bestu vinum Stephen, sem var drátrótning Heklinga, var vafalaust myrtur í London. Hann fannst látin inn á hótelherbyggi inn í hótelíbúð í Soho í London og ég flýtti San Francisco syngi minningaratundinni, ég var búin að þekkja Stephen sem 1989 og svo kom þögn. Löggan í London svarar engum símtölum svarað, engum e-mailum svarað frá neinum, ekki nánustu aðstandendum eða þeim sem stóðunum næst ekki dánavottorð? Nei, ekkert, engin krufningaskýrsla, ekki neitt, ekkert að frétt í 2 ár. Í alveg? 2 ár af þögn. Vá. Þanga til þess síðan birta skjáskot úr öryggismyndavélum löggan í London þegar þrýstingurinn jókst sko að því Heklinga var fucking fræg drátrótning, hún sigraði bandarísku dragsennuna og var það áhrifamikil að allir sem hafa sig RuPaul's Drag Race vita að þetta form á dragi er að vissuleiti runnið undan rifjum Heklinu. Okay. Var hún ekki stærri en RuPaul á sínum tíma? Það er deilt það, okay, en ég vil meina það er hægt að deila það, hún er það ég vil meina að Heklinga hafi búið til kökuformið sem allar svo drottningar eru að máta sig í núna sko það byrtist þarna mynda, hvað var það? Þeir byrta skjáskotur öryggismyndavélum sem eru teknar við þessa götu, við þessa hótelíbúð og þar nást myndir af ekki bara einum, ekki 2, heldur 3 gaurum sem eru að fara inn í íbúðina nóttina sem Heklinga dó. Og þegar maður zoomar inn á þessi skjáskota þá sér maður að einn gaurinn er klæddur í svartan leðurfrakka hnésíðan og það sést fall í andlitið á honum en svo er auðséð að hinir 2 eru í hettupeysum með grímur. Þetta var aðfaranótt 3. apríl 2023 og það var ekki COVID. Það var engin grímuskylda. Og það má vel vera að Stephen hafið bara dreigið svartapétur, hann hefur verið á Grindr, hann hefur haldið að hann væri að húka sér einhvern veginn á hótelherbyggið og því miður þá hef ég heyrt af fleiri svona sögum að hommar eru inn á þessum öppum halda að þeir séu búinir að veiða sér eitthvað í soðið þú veist, og svo opnaðir hurðina og það er ekki bara einn gaur fyrir það er ekki bara einn gaur í dýrakettinni heldur 2 eða 3 með baseballkylfur
Shit, maður. Þetta komið þangað. Einmitt. Þannig að já, þetta bakslag raunverulegt. Mér býður við þessum málflutningi þar sem fólk eitthvað að efast þetta bakslag eða að reyna að réttlætja það eða verja það. Og ég fæ ekki betur séð en í stóra samhenginu. Þá lifum við núna, við erum að gangi í gegnum einhverja frekjudósa öld þar sem gefið veiðileyfi á þá sem, eins og ég segi í textanum, þú veist, það er verið að ráðast að þeim, það er verið að ráðast á þá sem þurfa að bera farangurinn sem aðeins þyngri en þinn. Já. Það er verið að ráðast á einhvern pokku lítinn minni hluta hóp eins og transfólk og sá hópur málaður upp sem einhver brjáluð ógn þegar hann engin ógn við streit kallmenn, ekki nein og ekki heldur streit konur, engin ógn. Nei, það er bara skrattin málaður á vegginn með nákvæmlega sem aðferðum og við hommarnir vorum málaður á vegginn fyrir að smita börn. Það var kvarta undan mér á félagsmiðstöðum í Kanada þegar ég var að túra með stuðplötuna. Fólk sem hringdi inn, foreldrar sem hringdu inn og höfðu áhyggjur af því að ég var að fara að smita börnið þeirra af kynvillu. Í alvörunni? Já. Holy. Ef mér tækist það, ef ég hefði þann hæfileika að geta smitað fólk af kynvillu, þá er ég búin að gera lélegt jobb. Þá hefði kynvillingum Íslands fjölgað 90% á landsvísu, en það gerist ekki. Það er alltaf sama prósentuhlutfallið, sko. Það er svo stutt síðan. Við erum búin að vera hérna allan tíman, líka transfólk, sama prósentuhlutfallið allan tíman í gegnum mannkynsöguna. En stundum liggur leyfið í loftinu og stundum ekki. Akkurat. Og það er svo stutt síðan að sko, orðræðan var að sko, það mátti ekki tala samkynhneigð í skólakerfinu af því að þá getur börnin bara lært það. Nei, og við erum bara með nákvæmlega það sömu núna transfólk. Nei, og nú er þetta komið til það að þú mátti ekki tala kynlíf í skólakerfinu. Annars að fara alltaf hliðina. Já, einmitt. Þetta tjúlaður ótti á bakvið þetta. Já. Ótti við kynlíf, ótti við og börnin alltaf notuð sem svona einhver stuðari en þessar raddir einhvern veginn sem kasta pílónum ég fæ ekki betur séð en að þessu blessaða fólki sé megn að sjá heildarmyndina eða að hafa einhverja yfirsýn. Ok, ef við erum ekki með kynfræðslu í skólum, veistu, þá þurfa þessi börn ekki annað en að íta á 3 takka á tölvunni hjá sér og þau eru komin inn á Pornhub og mér sé á óumbeðin. Viltu það sem sagt frekar? Ok. Þú veist, hér hvað var þetta bakslag ef við erum á trún og hér sekkur í mér hjartað og þess vegna tókum við Benny Hemhem bara ákvörðun það í stúdíónu. Ok, við erum að fara í gegnum fasista tíma, frekjudósa öld, Ísrael að breyta Palestínu í bílastæði með þeim hryllingi og hörmungum sem því fylgir. Og ef það má gerast, og það er bara auðsið, það er eins og bara Vesturlönd, kakan Vesturlönd, það er bara dæmt Palestínu til dauða 7. október. Og það er ákveðin hryllingur að þurfa að gangi gegnum það og að þurfa að vera vitni að því að ok, þetta má, sem sagt, viðskipta, nú er það bara að koma á hreint mannkynsaðan að sína okkur það að viðskipta hagsmunir skipta meira máli en mannslíf. Frábært, takk fyrir að segja okkur það á þennan hátt. Og ok, hvað þá? Ef þessi frekjudós má fara yfir öll landamæri, allar alþjóðasamþykktir, eru það bara allar alþjóðasamþykktir
og öll lög og allar reglur þar lútandi það sem sagt bara svona marklaust plagg. Þetta allt saman bara eitthvað bluff og fluff? Ok, gott að vita það. Það bara hefi mál að skrolla í gegnum Instagram. Þú veist, veruleikin, ég lifi sama veruleik og þig og það bara hefi að skrolla í gegnum Instagram og þú skrollar og þú sér jólatónleika MC Gauta, júlevenner og svo sérðu sprengt barn sem var sprengt í gær og svo sérðu einhverja Instagram-gellu með brjóst niður á hné og svo sérðu sprengt barn og svo sérðu tilboð í Bíkó og svo sérðu sprengt barn. Það svo crazy og galið bara að skrolla í gegnum þetta og það orðið normal. Sprengt barn og svo kemur nýja plata með Lily Allen og svo kemur sprengt barn. Ég ekki hissa að þetta hafi áhrif á geðheilsu fólks og að geðheilsa fólks sé rocky. Líka hver eru skilabóðin sem við erum að fá út úr þessum yfirgangi og frekju. Mér sýnist skilabóðin vera þau þú veist, skilabóðin sem við verðum að senda okkur sem erum á móti þessu þið skiptið einhver máli. Það ekkert sem þið getur gert. Money talks. Your bullshit walks. Börn skiptið einhver máli. Barnasáttmála skiptið einhver máli. Allt þetta leikrit. Þetta eitt risastórt sjó. Þú veist, þetta dragsjó þitt getur getið skít. Við erum með mun stærri performance í gangi hérna á heimsvísu og öfgahærið og peningaöflin, viðskiptaöflin í heiminum eru bara að keyra þetta leikrit áfram. Ég einmitt að spá í það hvernig vilja þau eiginlega þetta leikrit endi? Hvað ætla þau að gera með þetta? Og það crazy líka að hugsa til þess að uppgangur fasismans og uppgangur öfgahægrisins sponsaður í drasl af risafjölmiðlum, risafyrirtækjum. Þetta sponsað í drasl og það eru grilljón, þrilljón, brilljón sinnum meiri peningar í þessu heldur en nokkuð tíman vinstrið getur fatta sér að ég held að meinir liggi þar. Já, einmitt. Hagsmunirnir liggja ekki í vókinu og þú veist það hagsmunirnir liggja ekki hjá verkamanninu með verkakonunni. Nei. Heldur betur ekki. Það má sem sagt þetta má og þess vegna gerðum við Benniheim lag sem ég vona að verði baráttusöngur einhvern tímann. Við gerðum lag sem heitir Þeir máttu það. Já, ég mitt. Það geggja sko. Og að því þegar ég var bara krakki í barnaskóla þá tók ég eftir ég að ákveðin hrekkjusvín óðu yfir þá sem gátu ekki varið sig eða voru ekki líkamlega jafn sterkir. Guð hjálpir ef að litarhafti þitt var ekki hvítt. Guð hjálpir ef þú varst nýfluttur heim til Íslands frá einhverju öðru landi og talaðir íslensku með hreim. Guð hjálpir. Þessi krakka voru teknir í gegn sko. Og ég velti lengi fyrir mér af hverju gerist þetta og hvernig gat þetta gerst og ég fæ alltaf sama svarið. Þeir máttu það. Textin sko þeir máttu það að því bara og þeir komust upp með yfirgang og hreinan dónaskap. Þeir máttu það voru bara strákar. Allir þeir sem voru öðruvísi þeir fengað heyra það. Þeir máttu það. Þannig var það. Þeir máttu það en ekki í dag. Og svo kemur vers 2. Þeir voru í því, tóku fyrir þessa minnstu sem að spjótin stóðu í
þeir voru í því og svo gáðu þeir í að því einhver gaf þeim leyfi til að láta verða því. Þeir máttu það, þannig var það, þeir máttu það, en ekki í dag. Ég vona að þetta verði framtíða baráttusöngur, en þið sjáuð, þeir eru bara að gefa í með öllum þessum podcastum, með öllum þessum YouTube síðum, öllum þessum TikTok klippum. Þetta er allt sponsað, allt kostað. Ef ég fer á YouTube og skrifa bara transgender, það fyrsta sem kemur upp í feedið er anti-trans öfgahægri blammeringar transfólk og þegar ég kíkja þess að bakvið, býtu hvað býr að baki þessu vídeói, þá er þetta venjulega sponsað fyrir einhverja peninga og venjulega tengt einhverju bandarískri kirkju eða einhverjum söfnuði, I don't know from where. Og ég þarf bara að viðurkenna það að ég tek ofan hattinn fyrir þessu liði, hvað það er ógeðslega duglegt. Þau eru miklu duglegri en við og þau eiga miklu meir peninga líka. Djúður eru þolinmóð. Þú veist, Roe versus Wade, þau biðu bara í 50 ár. Þau mjög öfgakristna liði í Bandaríkjunum smeygði sér í öll horn, inn í allar kaffinendurnar, í öllum, ekki bara kirkjunum, heldur líka í öllum fyrirtækjunum. Þá bara fóru þau í massíft lögfræðinám og urðu hæstaréttarlögmenn og þú veist, smeygja sér allstaðar inn með mikilli þolumæði af aðdánaverðri þolumæði. Ég held að við hinn, þarna, vinstra megin, við megum taka okkur þetta til fyrirmyndar við megum taka okkur þennan dugnað til fyrirmyndar. Einhvers staðar í helvitunum verður að fá pening. Ég held að þetta liggi þar, sko. Ég held að þetta liggi þar. Ég held að séu nefnilega af dugleg Guðmund Lamháttu, hvað bara stelpurnar fyrir 50 árum síðan sem byggu til fyrsta kvennafrídaginn. Yes, konur þurfa bara að vera duglegri. Þær eru fokk duglegar, vinnandi myrkrana milli. Ég líka fokk duglegur, vinnandi myrkrana milli. Og ég reyni síðan að gefa út, spila út því sem ég hef og því sem ég get gert og vona að það verði til góðs. Það besta sem ég get gert er að vera aktuáli mæta á svæðið, vera á skólaballinu, sýna það sé allt í lagi að vera gay, sýna það sé allt í lagi að vera flamboyant, sýna það sé allt í lagi að tjá sig á mun litrikari hátt. Þetta eru margir strákar gerðu á skólaballinu í gær. Eina sem ég vorkenni streit kallmönnum fyrir er að stundu líður mér eins og þeir fái bara, eins og það er eins og streit kallmenn hafi bara leyfi, þetta stóra leyfi innan gæsalappa, það er eins og streit kallmenn hafi bara leyfi til að tjá sig á mjög takmarkaðan hátt. Þeir mega bara tjá sig 12% við hliðin á því sem ég má tjá mig. Guys. Þú ert að tala við 2 krumpuðustu mennlandsins hérna. Henni er mikið krump, það verður að veikina. En það sko Nei, en það er þetta sem streit kallmenn fíla síðan með mig. Já, það er einmitt þetta sko. Og ef þeir eigi vandræði með það, þá hata þeir mig. En þú hefur einhvern veginn svona, hvað ég segja, innan gæsalappa er að gera loftkannínur hérna, fengið að komast upp með að vera mjög vókal og mjög opinberlega á móti ýmsu þú veist, ég sá þið syngja í einhverjum vörubíl á Austurvelli samstöðufundi með Palestínu. Takk, þetta var bara ég bjóst ekki við að einir áhrifamestu tónleikar sem ég myndi fara á væru inn í vörubíl en og þeir sem að, hvað segja, eru ekki þarna megin
mættu ekki á fund, fannst að vera humbúk og drasl og margt af því sem að þú berst fyrir og ert vókalum og ert aktivisti þeir eru ósamálaðir en þú færð samt respekt ég átta mikið alveg á þessu, mér finnst þetta ekki mér finnst þetta ekki ganga upp sko ég þarf aðeins að stoppa ég veit, ég ætla ekki að gera lítið úr þessu þú ert að þóla sko ég get ekki sagt að ég fái respekt alveg bara heilt yfir nei ég fæ pílutan sem ég fæ það var bara að senda þig til Gaza það verður við að tekja á móti þér þar þér verður hentað einhverju hústæki þar okay. Og það eins og það er alltaf þessi sami punktur notaður sko en það eins og þú kveiki ekki fattiði af hverju vel flestir hommar eru í liði með Palestínu fattiði af hverju það einfallega vegna þess að við höfum persónlega reynslu af bullís við þekkjum hvernig bullís vinna við erum búin að vera að sjá okkur með einasta degi ekki bara undanfarin 2 ár heldur undanfarin ár hvernig Ísrael er búið að vera bullíast með legum, þvættingi gaslýsingum þetta gísladæmi skipti aldrei neina máli Hamas er búið að skera allir gíslunum núna, right? Þeir eru búinir á því og samt er haldið áfram að bomba hvað var margir drættin í gær? 103 Gíslarnir skiptu aldrei neina máli þetta var humbug og fluff smoke and mirrors við hommarnir sjáum í gegnum the bully eineltis sekkin og by the way það eru líka hommar og transfólk í Palestínu sem eru líka sundursprengt Já, einmitt Mér langar ég veit að við erum við þurfum að fara að setja punktinn brá við erum eftir hlustandan og svona mér langar ef ég má sko ég veit ekki hvort það sé hægt að lýsa þess stuttlega en Palli sko að því að nú erum við trúna á sko þá langar mig sko ef ég má bara örstutt ástina að því að nú ertu ástfangin það leynir sér ekkert þú fannst ástina í flótamanni frá Venezuela og ég náttúrulega hitt ykkur oft í ræktinni þið voru svo mikið krútt leiðast inn í ræktina og ótrúlega fallegt en sko geturðu lýst því að því að þú hittir hann, þið hittist og það er eitthvað sem gerist sem að er sko beyond veit ég þetta talaða mál bara hvernig gerist það, hvernig verður þú svona ástfangin, hvernig nær hann svona heljar greipum að þér í fyrsta lagi þetta ekki heljar greipar nei, ok, það er ömurlegt orð en þú veist hvað ég meina sko, ástartaki á þér í fyrsta lagi þá held ég að við báðir höfum verið tilbúnir okay. Af því ég er búin að reyna þetta áður ég er búin að rembast við þetta og einu get ég lofa þér það var ekkert mál að koma út úr skápnum sem hommi þegar ég var 17 ára vandræðin byrjuðu þegar ég ætlaði að fara að vera skotin í einhverjum og þegar ég ætlaði að fara að vera í einhverjum samböndum það var engin smá spagetti flækjusúpa að díla við og eiga við og læra á og ég þurfti að læra inn á fullt í sjálfum mér og þú veist og hvernig þeir bregðast við líka og oftar en ekki þá komast að þeirra niðurstöðu við erum báðir brotnir við erum báðir fucked þú veist og við við veitum ekki hvernig á að gera þetta og þannig að ég eins og segi byrja að vinna mína andlegu vinnu í kringum 30 2001 og
þá fer ég nefnilega í alvörinu að skoða sjálf á mig í krók og kring alveg með stækkunargleri og með fagfólki og líka amatörum og gera mér síðan smá saman grein fyrir því hvað sem ég vil og hvað sem ég vil alls ekki og ég veit að ég og Antonio vorum bara báðir tilbúnir svo líka eitt annað sem þú þarft að taka inn í myndina já, hann kemur hérna til Íslands og hann með stöðu flóttamanns þegar hann kemur í nóvember 2022 og við hittumst í janúar 2023 já og ég hitt hann á Grændir ég hélt fyrst að þetta yrði einnanættu gaman og síðan bara var það bara ekki svoleiðis leið og við hittumst í andirinu þá féllust í faðma og við héldum faðmlæginu bara mjög lengi og hann talaði bara spænsku og sem betur fyrir þá talaði ég pokkurilla spænsku, svona pokkurilla MH spænsku ég þurfti að fara að rifja hann upp alveg 30 ára gamalt hlið að opnast eitthvað í mér aftur og en við urðum að gera hvort annan skiljanlegan skilur með einhverjum öðrum aðferðum Google Translate bjargaði þessu sambandi já Guði svo lof fyrir það og ég byrja líka að læra spænsku aftur upp á nýtt á svipum tíma og orðin alveg ágætlega sleipur í henni núna hann byrjar að læra ensku og íslensku samhliða auðvitað kom enskan miklu fyrr inn íslenskan alveg svakalegt torf fyrir hann en svo þegar hann fer að vinna og þarf að fara að afgreiða fólk þá kikkaði íslenskan inn þetta var það besta sem hann gætt gert en við höfum passað okkur á því allan tíman, alveg frá fyrsta degi að vera góðir við hvort annan og við höfum báðir alveg svaka snerti þörf og við bara fílum það í botn að halda utan okkur annan mjög lengi og faðmlagið helst alltaf lengur en 20 sekúndur 20 sekúndur, 30 sekúndur að því eftir 20-30 sekúndur þegar þú ert í faðmlögum með einhverjum þá gerist eitthvað þetta maður finnur að eftir 20-30 sekúndur þá falla bara allir varnagarðarnir kvíðanhútur í manum mjakast út þú andvarpar og nærið ykkur fullkomni slökun og síðustu 10 sekúndurnar af faðmlaginu það bara ég heldur sem að heila hvort annan líkamlega líka og þannig að bara það gefur okkur alveg brjálaslega mikið svo má heldur ekki gleyma því að vegna þess að hann í þessum aðstæðum þegar hann kemur til landsins það var bara fullkomið fyrir mig vegna þess að allir hinir gaurarnir sem ég var búin að reyna að byrja eitthvað með, að gera eitthvað með þetta voru annarkort einhverjir villuráfandi túristar sem gátt aldrei verið þetta þeir þurfti alltaf að ná flugvél á Keflavíkurflugvelli klukkan 7 morgunin eftir og maður sá þá aldrei fram og þú veist einhver Facebook skilaboð í smá tíma og svo hvarf það og eða þá að íslensku gaurarnir þeir eru starstruck þegar íslensku hommarnir venjulega sjá Tinna þegar þeir hitta mig og og fíla ekki tilhugsununa að verða herra Páll Óskar eða maðurinn hans Páll Óskars þeir bara fíla það ekki eða þeir eru bara aðdáendur skilur og
og ég skil það alveg fullkomlega ég persónulega ég fatta það alveg það ekkert sexy eitthvað að það hvorki sexy að fara að byrja með frændaðínum, það eitt annað vandamál sem að íslenskir hommar eru að díla við, við kannski förum á date með hvora öðrum, flettum svo hvora öðrum upp og þú veist í ættfræði skrudunni miklu og við komumst að því að ok, mamma mín þekkir mömmu þína og við erum frændur og þetta bara ekki sexy þú veist, það mjög erfitt fyrir okkur að ganga út þess vegna byrjum við flestir íslensku hommarnir annarkot með einhverjum útlendingum eða flytjumst erlendis og þar með eru við orðnir kynferðislegir flóttamenn skilur, eða þú hlýta á þannig þannig að hats off til þeirra íslensku homma sem ná að byrja saman og halda því, bara hats off en það gerist aldrei en Antonio hann var ekki að fara neitt og svo bara fílaði Antonio í botn að ég skuli vera listamaður og ég skuli, þú veist, vinna þessa vinnu og hann algjörlega með mér í liði þar og svo byrjar ævintýrið við erum með svona slagorð cada día es una aventura hver einstu dagur eitthvað ævintýri og að upplifa þetta ferðalag með honum þar sem við erum að díla við útlendingastofnun öll skriffinskan sem því fylgdi áfallið sem við fengum þegar hann fekk synjun frá kærunefnd útlendingamála og þátt að fara að senda hann eftir burt öll vinnan með lögfræðingunum okkar við giftum okkur síðan við náðum honum síðan aftur inn við tókum þátt í happdrættinu svo kallaða eins og það heitir þegar þú sækir íslenska ríkisborgararétt og hann var tekin inn, hann orðinn íslensku ríkisborgarar núna þess að nefndin þá var með 3 nákvæmlega eins mál í höndunum 3 hommar frá Venezuela allir giftir íslenskum hommum þetta var bara copy-paste og þeir gátu ekki réttlæta að taka bara hann inn af því ég eitthvað Páll Óskar þeir tóku alla 3 inn á sömu forsendum og með sömu rökum þannig að núna Antonio orðinn íslenskur ríkisborgari algjör Íslendingur að vinna 2 vinnur og hann vinnur myrkran á milli og dælir skattpeningum inn í samfélagið hard earned tax money sko og við báðir vinnum eins og skepnur þú veist, ég líka en nú þá bara komin hversdagsleikinn inn á heimilið og veistu eitt fyndið, úr því ég að tala við þig núna ég ætla að nota það ekki verið sko ég og Antonio kveiktum ekki á neittni 3. vakt nei alls ekki og við erum sveimið þá ekki ennbúinir að gera það í alvöru veistu hvað gerist hjá okkur ég veit ekki hvort það gerist hjá öllum hommum en leið og hann komin inn á herbyggið en inn í íbúðuna þá var það allt í hennu bara strax til verkaskipting mjög fríka Antonio bara eignaðist eldhúsið Antonio meistarakokkur sko og hann bara átti eldhúsið ég á þvottahúsið og við viljum helst ekki að við komum nálægt þessu en við gerum það samt ég tek stundum í eldavélina og hann tekur stundum í þvottavélina en í sameiningu þrífum við yes. og stundum fáum við aðstóð frá einni vinkonu okkar þar við öll 3 spýtum í lófana og að við viljum að heimilið sé spick and span heimilið okkar hreint við sko við þrífum með sko, eyrnapinnum í öll hotn bara þú veist to perfection við viljum ekki búa í íbúð sem tekur ekki vel á mót okkur þegar við komum heim eftir erfiðan vinnudag
yes. Og þannig að en ég skil samt svo fullkomlega þriðjuvaktarpælinguna að því fræjum feminismans í mínu lífi sáð inn á mínu eigin benskuheimili þar sem ég horfi upp á það og ég bara barn, ég 6 eða 7 ára þegar ég tekur til því að byrju, mamma gerir allt í þá daga þá var þetta var 70s, ég fætti 1970 þá var að það væri bara ein fyrirvinna pappi vann í útvegsbankanum í móttökunni, hann vann við það að róa taugarnar á liðinu sem kom að biðja lán í bankanum þá þurftur að mæta í sparifötunum upp í banka, upp á 5. hæð talaði bankastjóran að grenja út lán á njánum og pappi vann við það í rauninni bara að vera léttur og skemmtilegur og róa taugarnar á liðinu og vísa fólkinu inn og skipuleggja, þú veist, bóka tíma og og múta heimavinandi húsmóður með 7 börn og svo dundruðust inn barnabörnin alveg frá því ég 2 ára Ásdís systir 16 ára þegar hún eignast Inga Þór þannig að ég á í rauninni litla bróður sko þótt ég sé strangt til tekið yngstur en múta var að passa öll þessi börn og leiðu þau komið í heiminn og þannig að þetta var eins og dagvist sko stundum. Og ég tók til að byrja mamma að gera allt sko líka vaska upp í höndunum og síðan kemur pappi heim úr vinnunni verður kl. 5 á daginn og þá tók ég til því að pappi sest alltaf í hægindastofun út í horni og hann kunni að setja kerti í kertastaka og þegar litasjónvarp kom þá voru ekki fjárstýringar með svona litasjónvarpin til að byrja með en hann kunni að kveikja sjónvarpinu og stilla litin og svo átti hann í mestu vandræðum að læra á fjárstýringuna elsku kallinn þegar fjárstýringar komu en hann kunni á þetta tvennt þegar mamma dó 1995 59 ára gömul úr krabbameini að þá pappi einn eftir á heimilinu öll börnin flutta heiman og pappi var eins og fullorðið barn ósjálfbjarga barn hann kunni ekki að sjóða kartöflur Ásdís elsasystir mín þurfti að kenna honum að setja vatn í pott og setja á helluna og kveikja og láta vatnin sjóða svo setur þú kartöflurnar í og telur upp á 20 mínútum hún þurfti að kenna honum þetta allt frá grunni eins og að kenna barni þannig að já mér finnst feminismi vera málið vegna þess að hann kemur öllum til góða feminismi kemur í veg fyrir það að þú sért út á þekju ef makiðinn fellur frá ég fekk að upplifa þetta bara í beinni útsendingu með pappa og í gegnum hann Já, þetta er oft mikill misskilningu með feminisman að þetta sé bara hvernig þetta barátta en sagan sýnir okkur að Nei, þetta kemur karlmönnum líka til góða Já, bara öllum hópum meira þess að forréttinda fullum köllum eins og okkur sko, okkur Hauki Nei, þess vegna ítreka ég allt mitt líf gengur út það að lifa í samfélagi með ykkur öllum Einmitt. Ekki í gettói ég vil ekki láta sópa mér út í eitthvað hotn og að því einhver segir mér að ég eigi heima þar eða ég eigi bara að vera þar þetta vil ég ekki og ég streitist á móti því ég einmitt fer inn í herbergið upp á dressaður og ég fer inn í skólastofuna og inn á fótboltavöllin og inn í fyrirtækið og we can coexist við getum víst nefnilega verið saman unnið saman, við erum sterkari saman og útkoman verður beautiful Sammála, ég úr Trúnái
hendu okkur í heyra hvað hlustandi dagsins hefur að segja. Já, fáum hérna lánaðan reynslubolta í að leysa vandamál fólks fyrir Dr. Love. Það er hlustandi dagsins. Jæja, Haukur, hlustandi dagsins, 5 mínútur eftir með tíman. Ég glemdi tímanum enn og aftur. Ég er hérna bara innmitt með tíman. Já. Ég myndi þetta alveg klálega. Ég er bara aðeins hérna að gera hann tilbúin. Svona. Herðu, við 5 mínútur. Já. Má ég sjá. Ok, þessi skrifar reyndar nafnlaus. Við vitum ekki hver þetta er. Kveðja nafnlaus stendur. Spurningin er einföld. Af hverju eru svona margir kallar fávitar? Ég sá ógeðslega góðan brandara á Instagram bara í morgun. Ok. Það er eins og séu bara 2 típur af fólki, ekki endilega bara kallmönnum. Það eru 2 típur af fólki sem fíla öfgahægri. Já. Ok. Þessar 2 típur eru grilljónamæringar og fávitar. Já. Kíktu núna á bankareikningin þinn og þá kemstu að raunum hvorum hópnum þú tilheyrir. Ok. Þetta er okkur gott. Já, en af hverju svona margir kallar fávitar er spurningin. Já. Sem að Ég þarf að fá aðeins náttúrulega skilgringu á fávita. Já, við höfum bara ekki dúr meira á móða, sko. Ég minna Þetta hlýtur að vera af því að það er búið að kenna þeim að það sé annarkvort í lagi eða þá að þeir vita ekki betur. Þeir skilja ekki alveg út af hvað þetta gengur. Ég held að svara sér ekki einfalt. Það eru marga breytur sem koma til. Mér finnst Netanyahu vera fáviti. Að því frekjan og yfirgangurinn og virðingaleysið er svo keirur þverbak. Ég held að þetta sé akkurat þannig túlka ég þetta fáviti. Svo það er mitt svona frekja, yfirgangur og bara vera drullu sama aðra. Já, en þá þátt að taka marga breytur inn. Já. Þú veist, þú fæðist kannski einhverja ákveðnar aðstæður, skilurðu, þar sem er við einhver orðræða eða þú ert lamin í hausinn með biblíunni eða eitthvað og Guð mér almáttugur, ég þekki homma sem að mitt aldir upp jafnvel í sértrúarsöfnum og það er bara tjúlað átak að komast út úr því, að brjótast út úr þeirri skel. Já. Þeir þurfa að sætta sig við það að klippa á fjölskylduna sína, klippa á lífið sitt, klippa á allt sem þeir þekktu, flytja úr þorpinu sínu og reyna að fóta sig eitthvað staðar einir og þetta er ógeðslega skeri. Ég get alveg trúa því að það séu kallmennana úti sem kjósa frekar að vera fávitar heldur en að feysa þennan ótta. Já. Heldur en að brjótast út úr skilni. Það er hreinlega þægilegra og huggulegra. Já. Þess vegna vil ég alla kalla það fávita. Ég vil frekar segja, mér finnst réttar að segja letingi, þú ert lazy ef þú vilt ekki brjótast út úr skilni. Einhvers konar grei, sko. Já, aftur á móti hommarnir sem ég þekki sem hafa þurft að vaða þennan eld og brennistein. Þetta hefur sko traumatísk áhrif á þá. Þú veist, það segir eftir ólífað. Ég er einmitt að fylgja nokkrum svona hommum á Instagram sem að hafa náða að brjótast út úr viðjum sértrúarsafnaða. Og þeir eru flestallir bara æbúnir að klippa á fjölskylduna sína. Þetta er ekkert létt. Hvort langar að klippa fjölskylduna sína? Ég held þú kjósir frekar að vera fáviti og haga eins og fáviti með yfirgang og frekju heldur en að klippa á alltaf heldur en að klippa á jarðveginn sem þú kemur úr. Já. Og hérna, þetta er bara meiri áttar átak. Meiri áttar. Er kenningi þá að og svo getur líka orðið fáviti
Já. Ef eitthvað fokast upp hjá þér, ef þú missir allt Já. sem þér kært, Já. ef þú ert kansileraður, það getur nú aldrei búið til hérna, reiði og bræði, þú breytist í eldfjall sem bara gýst og spúir út reiði og hatri, kannski það sem átt eftir ólifað Eða því það var allur heiminn og svo vandu við þig eða skilur og dettur inn í mannspyrið eins og varum að tala með daginn. Já, einmitt. Já, en ég ekkert blá saklaus, ég hef líka upplifað tjúla reiði, ég hef gengið í gegnum alls konar svoleiðis tímabil í lífinu og það hætti ekki fyrir en ég botnaði mig í því og tek ákvörðun, mér langar ekki til þess að líða svona, mér langar ekki til þess að hver einsi dagur sé svona, ég verða að stoppa, nú verð ég að fara að skoða, nú þarf ég að fara að hlusta á annað fólk, nú þarf ég að fara að hlusta á annað fólk sem ég kannski ég vil bara enga virðingu fyrir af því ef ég ætla að halda fram að vera bara einhver attitúd í garð einhvers fólks sem ég lít niður á, ef ég ætla bara að vera með þetta attitúd allan daginn, þá get ég verið að missa af einhverjum demandi sem þessi manneskja vil gefa mér ég þarf að læra þetta anda, hlusta, skoða lesa, komið stækkunugleira á sjálf mig skoða hvar ég kúkaði buxurnar, hvar gerði ég upp á bak undir hvaða kringustöðum, hver eru það afleiðingarnar í kjölfarið þegar ég er búin að sjá hvar ég skeit upp á bak, þá þarf ég að ná í pappkó skeina. Já, kallar þurfa að gera þetta sko, þeir þurfa að velja til þess að vera ekki fátar. Tími búinn. Nú, náði ég ekki bara ógsla, náði ekki svara þessu bróksla vel. Góð kjörnun sko. Já, ég held það. Hérna, Haukur, eitthvað að lokum? Nei, bara takk fyrir að gefa þér tíma. Takk sem við leiðis. Og hérna, það var yndislegt að fá þig í spjall og ég vona að þetta hafi verið eins og þú bara orðaði strax snemma í þettinum, að einhver hafi fengið eitthvað gott út úr þessu, þá erum við bara á góðum stað. Yes, takk fyrir. Takk sem við leiðis.